Góðan daginn vlog, ég stödd í einhverju ógeðslega creepy bílakjallara. Ég búin að vera að leita að bílastæði í svona 10 mínútur korter fyrir utan gymmið. Ég talaði það svo afskaplega leiðilegt bílastæði og ég var bara hring að bíða eftir eitthvað losnaði. Og ég ákvað að prófa því ég vissi að það væri eitthvað svona bílakjallari dæmi hérna. En gerði bara alltaf ráð fyrir að hann væri alltaf fullur, I don't know. Og svo bara fullt af stæðum hérna. Nei, sko, hvar er ég? Er ég frá í dag? Búin með æfingu, komin aftur út í bíl, til að fá mér smá nesti og keyra niður á stofu. Ólafur vildi svo mikið fá svona bananavöflur í morgun, þannig ég tók bara afganginn með mér og agave-síróp. Ég ætla bara að borða þetta á leiðinni. En þetta var bara mjög góð æfing, leg day æfing. Við erum að tala um það að ég æfi, sko fyrir utan alltaf heita tíma, þá æfi ég á stuttbuxum í gymminu kannski einu sinni í mánuði, einu sinni á 3 mánaða fresti, bara mjög sjaldan. Ég byrja að gera aðeins meira núna. Þegar ég fyrir stuttbuxur, þá fer ég alltaf í, cozy buxur yfir þær út úr húsi. Hver er líkurnar að ég gerði það í dag og þá akkurat var ég ekki með aukabuxur með mér. Ég tók að ég á svona set frá Noel Studio, svona langarmaból og svona yoga straight leg buxur. Ég held ég væri að taka buxurnar en ég var að taka bólinn. Þannig að ef ég hefði ekki mætt í stupsum í dag, þá hefði ég ekki verið með cozy buxur og geta verið í þeim. Málið ég er í ógeðslegum cozy buxum. Það eru allar út í einhverjum fitublettum. Kallaðar heimabuxur, það eru í svona sér skáp þar sem ég nota bara heima. En já, eins og örugglega titillinn segir, þá er þetta smá svona afmælisvlog meðal annars. Ólífur og Brynjar, barnið mitt og makinn minn, eiga sem sagt afmæli sama dag, 13. mars. Þannig að ég er bara að gera árlega vloggið, það var mér sem búið að óska eftir því. Ég myndi vlogga afmælispreppið og afmælisdaginn og eitthvað svona. Ásta systir er að koma til Íslands á 50-daginn, þegar þeir eiga afmæli, og hún er að koma með íþróttabuxur og svona sokka fyrir Brynjar og svo langar mér að kaupa íþróttatösku fyrir hann. Hann er alltaf með, hann er byrjað að fara svolítið í gymmi núna og hann er alltaf í sundi. Hann er alltaf með svona krónutaup, svona, ég veit ekki hvað ég meina, svona krónubrúnan, grófan poka. Ég er bara svona, hvað þarf að fá einhverja tösku? Þannig að ég langar að kaupa einhverja svona bara litla smart, íþróttatösku sem tekur sundót og íþróttadót fyrir hann. Setja síðan bara hinar gjafirnar ofan í það. Þannig ég ætla að kíkja aðeins á það í dag. Og svo ætluðum við að kaupa trampólín fyrir Ólífer, svona lítið baby trampólín sem er bara inni, sem er með svona, hann heldur í svona stöng og getur hoppað, skilur, svona toddler friendly trampólín. Og ég sá Kids Cool Shop áðan í Hvolpasveita, þannig að ég ætla að kannski kíkja í Kids Cool Shop og sjá hvort það sé ekki alveg pottið til og kannski bara kaupa það. Já, akkur ætti ég ekki að kaupa, annars ég fyrir aftur á morgun. Ok, já, kaupa það. Við ákváðum sem sagt í ár að hafa ekki afmælisveislu. Við ætlum bara að hafa mat fyrir, mamma og pappa og tengdó og Ásta verður með Atlasi, bróðir minn. Hafa þetta bara, basically bara við nánasta fjölskyldan að borða saman og smá kaka. En ég pantaði samt einhverjar skreytingar sem Ásta líka að koma með, bara til að hafa gaman fyrir Ólífer. Þannig að mér langaði bara að vlogga næstu daga og sýna bara svona hvað við erum að bralla í þessari viku. Ok, klukkan er 2 og ég var klára að vinna. Núna er ég fyrir stús og það er bara æði veður. Ég vona að verði svona í bústaðnum helgina. Ég er ógeðslega svöng. Þannig að ég verði að fá mér eitthvað að borða áður en ég fyrir þetta stús. Það er Joey hérna á móti náttúrulega. Gerum smá taste test review. Ég hef ekki fengið með Joe-samlöku í alveg marga mánuði af því ég fekk bara ógeð. Ég borðaði svo mikið af henni. Ég fæ líka ekkert eðlilega oft
kjúkling á samlokunum mína þegar ég pantaði á kattsamloku. Þannig ég þarf alltaf að tjekka. Ok, við erum góð. Ok, er ég að fara að fá æðifrís aftur? Hún er alveg fín. Hún er fín. Vá hvað er mikið birta hérna. Halló. En ég fekk mér ekki djús af því að ég drakk ekki hleðsluna mína áðan, þannig ég bara drekka hana. Ok, got the food. Þá getum við fara að stúsast. Ég trúi ekki að þessi liðið ár síðan að ég var hérna seinast að skoða rennibrautir. Ég senst það afmælisvlogi. Ár, barnið mitt er að vera 3 ára. Hérna eru svona stór trampolín. Sét ekki. Ég sko get ekki hægt að hugsa klippu frá mér í þú veist, þegar ég var hérna frá ári. Að ég var alveg að setja mynd, ég var í svo ljótu outfiti að það er ekki eðlilegt og það er eitthvað klippa sem sýnir alltaf outfitið mitt og ég var bara, alltaf þegar ég horfa á þetta myndband þá hugsa ég bara, ó nei, þetta er myndbandi sem ég var í ógeðslegasta outfit sem ég hef séð. Og mér líður smá eins og ég sé að fara að horfa, þú veist, á þetta myndband þannig, ekki það, ég er í flottri peysu. En þessar buxur, þetta eru bara heimabuxur, sko. Ok, þetta lúkkaði ekkert slæmt. Næsta stopp. Ég kaupa hérna 3 og 28. Það mattar svolítið skreytingarnar. Ég er búin að fara í Söru, kaupa strigaskó. Brynjar, ég gleymdi að segja hann langaði strigaskó. Og svo er ég með íþróttatösku sem ég ætla að setja allt dótið hans oní. Góðan daginn, rosa þreytuleg. Klukkan er bara að ganga 8 og ég vaknaði rétt fyrir 7 til þess að byrja að preppa fyrir afmælið þessast í dag og ég er búin að blása hérna upp 28 fyrir Brynjar, 3 fyrir Oliver, fullt af svona sveita blöðrum af því hann elskar dýr og sveita bæ og eitthvað. Pakkar frá okkur Brynjari, keypti þetta í Kids Cool Shop í staðinn fyrir trampolínið. Já, nú man ég ekki einu sinni hvort ég sagði það, en trampolínið var sérst ekki til sem ég ætlaði að kaupa. Þannig að keypti hlaupahjól og ég keypti svona leir ísvél. Ég skal, þú veist, sýna bara þegar hann opnar, en hann fer að opna þetta núna og þetta eru bara púsl úr barnaloppunni. Þá kom Ásta með gjöf frá bróðum mínum og gjöf frá Sigur. Ég ætla að pakka hann og hann fær eftir leikskóla. Þetta er til Brynjas sem ég þarf að setja í íþróttatöskuna. Svo keypti ég mér. Ásta bara að nota þetta þegar hann var hérna seinast og þetta er svo gott, þannig ég ætla bara að nota þetta. Brown Lamination Gel og þetta er Lass Serum sem ég ætla að prófa líka. Hvað er þetta? Þetta er stór pakki. Ólafur er að prófa hlaupahjól fyrsta sinn. Hjól. Já. Það er hjól. Þetta er hjóla. Hjól. Núna pakki við matarborðið. Engin pakki fyrir þig? Ekki hvað. Brynjar fékk ostaslaufu og svo fá Brynjar Ólafur kleinurring, brauð. Hvað fyrstu? Má ég sjá, sína. Má ég sjá. Þetta er púsl. Já. Ég ætla að fara að púsla. Það er hérna smá borðskreytingar fyrir Oliver. Oliver var sem búin að sjá diskinn. Hádegi og ég var að koma heim á æfingu. Brynjar lagði sig þegar við vorum búin að fara með Oliver leikskólan og við erum að fara í spa. Þannig að ég hef núna cirka klukktíma til þess að gera pizzadeig, pastasalat og helst cake pops. Ég sem sagt gerði sko ok, ég á svona, eða þú veist, ok, Natalie lét mig fá svona bangsa kökuform fyrir nokkur vikum og ég hef prófað að baka köku og hún feilaði og ég var svona, ég ætla að prófa eftir, hún feilaði líka, hún bara festist í forminu. Þannig að ég tók bara kökudegið og bjóð til cake pops. Þannig að ég er með cake pops í svona litlu muffin formum og ætla að setja hvítsúkkulaði yfir það. Þannig að, og já, svo er smá drasl eftir morgumat, þannig að
Ég ætla bara að reyna að preppa eins og ég get á svona klukktíma, laga smá til, taka sundót og ný föt og fara síðan í spæð. Við erum mætt í spa, það er svo mikið sól að við ætlum bara að fara í útibátinn og svo ætlum Brynjar í nudd klukkan 2. Brynjar er búin að vera í nuddi í hálftíma og ég er bara að chilla, ég er búin að fara í bátinn úti, búin að vera í bátinn inni og hann á svona 20 mínútur eftir. Sjáðu! Varstu að fá pakka? Opna þennan líka? Já. Svo, hvað er þetta? Brynjar er að græja pítsu fyrir mat. Svo gerir ég pastasalat sem er að bíða eftir okkur og má vera kalt. Og maður kom með 2 kökur, 28 og 3. Hvor er hvað? Þú þreyttur? Ekki þessi. Ó, ok.